Veröld sem var, 4. kafli, Universitas Vitae. Á síðasta ári gömlu aldarinnar rann loks upp svo langþráða stund við gátum í hinsta sinn skellt að baki okkar dyrum hins hataða menntaskóla. Að hæpnu prófi loknu, því hvað kunnum við svo sem í stærðfræði, eðlisfræði eða námsgreinunum yfirleitt, skryttumst við í kjól og hvítt og skólastjóri heiðraði okkur með háflegri ræðu. Við værum nú fulltíða menn og ættum að vera föðurlandi okkar til sóma með atorku okkar og iðjusemi. Þar með var 8 ára félagsskap slitið og síðan hef ég fáa aftur séð af þessum lagsbræðrum mínum á galeiðunni. Flestir okkar innrituðust í háskólan en þeir sem urðu að sætta sig við að taka upp önnur störf renndu öfundar augum til okkar sem áfram héldum. Á þessum gömlu gleymdu tímum var ennþá nokkur rómantískur ljómi yfir háskólanámi í Austurríki. Ýmis hlunnindi fylgdu því að vera stúdent svo að ungir háskólaborgarar nutu víðtækra forréttinda fram yfir aðra jafnaldra sína. Vera má að þessar fornu siðvenjur séu lítt kunnar utan þýskumælandi landa og þess vegna sé nauðsynlegt að lýsa nokkru nánar þessu úrelta fargani. Háskólar okkar höfðu flestir verið stofnaðir á miðöldum á þeim tíma þegar tæplega var litið á það sem starfsgrein að leggja fyrir sig vísindastörf og því nauðsynlegt að veita stéttinni einhver forréttindi til að laða unga menn að námi. Háskólaborgarar á miðöldum urðu ekki lögsóttir fyrir almennum dómstóli og verðir lagana máttu ekkert ónæði gera þeim á stúdentagörðunum. Þeir báru sérstaka búninga, höfðu rétt til að heyja einvígi refsilaust og mynduðu sjálfstætt stéttarfélag með fastmótuðum siðum og ósiðum. Seinna þegar lýðræði jókst í félagsmálum og öll önnur gildi og félagasamtök frá lénstímanum lögðust af, voru forréttindi háskólaborgara einnig afnumin í Evrópu. Einungis í Þýskalandi og hinu þýskumælandi Austurríki, þar sem stéttarvitundin hafði alltaf yfirhönd yfir lýðræðis hugsjóninni, héldu stúdentar fast við þessi löngu úreltu forréttindi og tóku meira að segja upp sérstök stúdentalög. Þýskum stúdentum var mjög í mun að verja heiður sinn. Hver sem móðgaði þá varð að veita þeim uppreisn, nefnilega að ganga á hólm við þá með vopnum, svo framarlega sem hann reyndist hólmgöngu hæfur. En hólmgöngu hæfir að mati þessara sjálfbyrginga voru til dæmis hvorki kaupmenni bankastjórar heldur aðeins háskólaborgarar og kandidatar eða þá liðsforingjar. Engir múgamenn gátu orðið þess sérstakar heiðurs aðnjótandi að eiga vopna viðskipti við þessa heimsku stráklinga sem ekki var sprottin grön. Til að vera talinn sannur stúdent var hins vegar nauðsynlegt að hafa unnið einhverja karlmennsku raun. Það er að segja að hafa sigrað í sem allra flestum einvígum og helst að bera nokkur ör á andlitinu sem minjar þessara hetjudáða. Skrámulausir vangar og óbæklað nef var hrein germönskum háskólaborgara ekki sæmandi. Stúdentafélögin höfðu hvert sitt einkennismerki og það þótti sjálfsagt að þau stæðu í stöðugum erjum sín á milli eða að félagsmenn hefðu sífelldar ögranir í frammi við aðra friðsama stúdenta og liðsforingja til þess að geta haft af einhverjum hreistiverkum að sláta. Sérhver nýliði sem í félögin gekk var strax tekinn til þjálfunar í þessari virðulegu höfuð íþrótt skylmingunum og uppfræddur í öðrum listum stúdentalífsins. Hver busi eða nýsveinn var falin umsjá einhvers eldri reglubróður sem hann varð að hlýða möglunarlaust. Í staðinn átti þessi verndari að kenna honum hinar göfugu listir gildisins sem voru þessar að drekka eins og hann þoldi, að hvolfa í sig úr stórri bjórkollu í einum teg til að sýna að hann bæri stúdentsnafni með rentu eða öskra stúdentasöngva í kór og fara gæsamars göturnar á nóttum til að storka lögreglunni. Alltaf þetta áliti karlmannlegt, stúdentalegt og þýst og á laugardögum þegar stúdentafélögin lögðu af stað í hófinn undir blaktandi fánum og allir voru með borða sína og húfur, steig bægslagangurinn þessum einfeldningum svo til höfuðs að þeim fannst þeir vera hinir einu sönnu fulltrúar menntaæskunar. Þeir litu með fyrirlitningu niður á skrílinn sem ekki bar tilhlýðilega virðingu fyrir þessari háskólamenningu og þýsku karlmennsku. Fyrir unga græningja sem komu til Vínar úr menntaskóla utan að landi hlutu þessi æskuglöðu stúdentsár að vera ímynd allra rómantíkur.
Að áratugum liðnum störðu aldraðir læknar og lögfræðingar í þorpum landsins ennþá klökkum huga á hina marglitu borða og sverð sem prýddu stofuveggi þeirra og örsýn báru þeir með stolti sem væri þau aðalsmerki akademískra stéttar. Mörgum okkar voru hins vegar þessi strákalæti og ruddamennska mjög fjarri skapi og þegar hópar þessara borðalögðu stigamanna urðu á vegi okkar tóku ýmsir það ráð að forða sér. Okkur sem var einstaklingsfrelsi dýrmætast af öllu var full vel ljóst að þessi áreitni, þessi þrælslund gagnvart hópnum voru verstu og hættulegustu eiginleikar þýsks lundarfars. Auk þess vissum við að undir hinni rómantísku grímu lá falinn mjög slóttugur hagrætt tilgangur, því að meðlimir skylmingafélagana nutu sérstakrar verndar gömlukappana, sem nú voru orðnir valdamenn og gátu því haft áhrif á embættaveitingar. Frá stúdentafélaginu Borussia í Bonn lá eina örugga leiðin inn í þýska utanríkisþjónustu og meðlimir kaþólsku stúdentafélagana í Austurríki gátu alltaf átt von á góðum bitlingum frá kristilegum jafnaðarmönnum sem þá fóru með völd. Flestar þessar hetjur vissu fyrir víst að marglitir borðar þeirra mundu í framtíðinni bæta þeim upp alla vanrækslu á alvarlegu námi og að nokkur ör á enninu voru ekki lakari meðmæli ef stöðu var að ræða en sjálft vitið sem í kollinum bjó. Það eitt að sjá þennan dólgslega óaldar líð, þessi skrámóttu ögrandi andlit, var nóg til að spilla allri ánægju af komum mínum í háskólan. Margir aðrir námsfúsir stúdentar snittu líka hjá andirinu á leiðsinni til háskólabókasafnsins og völdu heldur bakdyrnar til að forðast allt samneyti við þessar ömurlegu hetjur. Það hafði fyrir löngu verið ákveðið á ráðstefnum fjölskyldunar að ég legði stund á háskólanám. En hvaða námsgrein átti ég að taka fyrir? Foreldrar mínir létu mig algerlega innráðanum valið. Eldri bróður minn var þegar kominn að fyrirtæki föður okkar svo að yngri bróðurnum lá því ekkert á. Allt og sumt sem hér var að ræða var það að verða sér úti doktorsnafnbót fjölskyldinu til heiðurs, gilti einu hver fræðigreinin var. Og þó merkilegt megi virðast lét ég mér valið í léttu rúmi liggja. Í rauninni hafði ég ekki áhuga á neinni háskólanámsgrein þar sem ég hafði fyrir löngu gefið bókmenntunum hug minn allan. Undir niðri hafði ég vantraust á öllum háskólalærdómi og hef það reyndar enn. Ég hallast stöðugt að þeirri kenningu Emersons að góðar bækur séu besti háskólinn og sannfærður það enn í dag að maður getur orðið ágætur heimspekingur, sagnfræðingur, málfræðingur, lögfræðingur og hvað sem án þess að hafa nokkur sinni stigið fæti í háskóla, jafnvel í menntaskóla. Margoft hef ég fengið reynslu fyrir því í lífinu að fornsalar vita meira bækur en hinir virðulegu prófessorar og að málverkasalar skilja meira en listfræðingar og að mikill hluti hinna þýðingarmestu nýjunga og uppgötvana á öllum sviðum frá leikmönnum runnið. Þótt háskólanám kunni að vera hentugt, notadrjúgt og hollt fyrir miðlungsgáfur, hygg ég að hver sá sem getur skapandi hæfileikum geti vel án þess verið og að vissuleyti mun það meira að segja geta orðið slíkum manni fjötur fót. Við háskólan í Vín sem orðin var langt á eftir tímanum vegna oftryggðar við gamlar erfðavenjur komu frjó persónuleg kynni milli kennara og hinna 6.000–7.000 nemenda ekki til greina sökum fjöldans, enda sá ég þar engan mann sem hefði getað heillað mig með fræðimennsku sinni. Það réð ég ekki vali mínu hvaða námsgrein mér var hugstæðust, heldur hitt hver þeirra yrði mér fyrirhafnar minnst og veitti mér mest frelsi og næði til að sinna hugðarefnum mínum. Ég valdi að lokum heimspeki, eða nánar tiltekið exakt heimspeki eins og stóð í námskránni, en satt að segja ekki á neinni innri þörf, því að hæfileikar mínir til að hugsa á heimspekivísu eru af skornum skammti. Hugsanir mínar þróast einvörðungu í sambandi við hluti, atburði og einstaklinga, en allt það sem eingöngu af fræðilegum eða háspekilegum toga ofar mínum skilningi. Í þessari grein var hið eiginlega námsefni minnst að fyrirferð og auðveldast að hliðra sér hjá að sækja tíma og fyrirlestra. Öll námsskyldan var í því fólgin að skila doktorsritgerð við lok 8. misserisins
og gangast síðan undir próf. Ég hugsaði mér því frá öndverðu að skipta verkum þannig, láta háskólanámið yfirleitt eiga sig fyrstu 3 árin. Gera síðan bragarbót síðasta árið, gleypa í mig alla skólaspekina og sjóða saman einhverja ritgerðarnefnu í snatri. Þá hafði háskólinn veitt mér það eina sem ég krafðist af honum, en það var nokkura ára tóm til að helga mig lífinu og listinni, Universitas Vitae. Líti ég yfir ævi mína, minnist ég vart að hafa lifað aðra eins hamingjudaga og þessi fyrstu háskólaár án háskólanáms. Ég var ungur og fannst því að stórvirkin gætu beðið síns tíma. Ég var frjáls og gat notað allar sundir sólarhingsins eins og mér stóð hugur til. Ég gat lesið og starfað hvað sem mér þóknaðist og þurfti ekki að standa neinum reikningsskil á gerðum mínum. Hvergi bara á skugga af væntanlegu háskólaprófi, því 3 ár eru óratími í huga 19 ára manns, rík og auðug af ævintýrum og gjöfum. Fyrsta verk mitt var að taka saman úrval kvæða minna, valið af vægðarlausri gagnrýni að því að mér fannst. Ég skammast mín ekki fyrir að viðurkenna að mér, nýbrautskráðum 19 ára stúdent, fannst engin ilmur á jarðríki, jafn sætur og prentsvörtulykt, ekki einu sinni angan af rósavatni frá Sirats. Hvert sinn dagblöðin birtu eitthvað eftir mig hafði sjálfstraust mitt, sem að eðlisfari var í minnalagi, fengið byr undir vangi. Átti ég nú ekki að láta til skarar skríða og gefa át ljóðabók. Hvatning félaga minna sem höfðu meiri trú á mér en ég sjálfur reið baggamuninn. Ég gerði svo djarfur að senda handritið til Schusters og Löfflers, þess útgefanda sem gaf út blóman af þýskri lýrik. Hjá þessu forlagi komu út kvæði Liljenkrons, Demels, Bierbaums og Momberts, en allir þessir voru ásamt Rilke og Hofmannsthal höfuð fulltrúar nýrar ljóðlistar í Þýskalandi. Og hvílík undur og stórmerki. Ógleymanlegar hamingjustundir fara í hönd, stundir svo einstæðar í lífi rithöfundar að jafnvel hinnir stærstu sigrar geta ekki á þar skyggt. Bréf með innsigli útgáfunar berst mér í hendur og ég stend með það í höndunum án þess að þora að brjóta það upp. Og nú kemur svo stóra stund þegar ég les með öndina í hálsinum að forlagið hafi ákveðið að gefa bókina út og áskili sér meira að segja rétt til næstu bóka eftir mig. Síðan koma prófarkir í umslagi og ég ríf áfjáður utan af þeim til að sjá leturgerðina og umbrotið, frummynd bókarinnar. Loks eftir nokkra vikur kemur bókin sjálf, fyrstu eintökin sem maður þreytist aldrei á að skoða, fara höndum og bera saman aftur og enn aftur. Síðan hefst barnalegt hringsól milli bókabúðuna til að sjá hvort þar séu eintök til sýnis, hvort þau skarti í miðjum glugganum eða leynist hæverslega út við karminn. Og nú kemur biðin eftir væntanlegum bréfum, biðin eftir fyrstu ritdómunum, fyrsta svari hins ókunna, þessi eftirvæntingar fulla bið, þessi tilhlökkun og fögnuður sem ég undir niðri öfunda alla unga menn af, senda fyrstu bók sína út í heiminn. En þetta aðeins stundarhrifning og ekki blandin neinni sjálfsánægju. Og það glöggt vitni þann hug sem ég fekk brátt til þessara ljóða að ég leyfði hvorki endurprentum þeirra, Silfurstrengir var heitið þessara löngu gleymdu frumsmíðar, né tók eitt einasta erindi úr þeim upp í heildarútgáfu kvæða minna. Þetta voru ljóð hins óljósa hugbóðs, kenndrænað eðli, sprottin af einskjari tjáningargleði og í engum tengslum við mína eigin reynslu. Engu að síður bjuggu þau yfir nokkurri ljóðrænu og nægri formfegurð til þess að ljóðavinir gefið þeim gaum og yfir fálæti þurfti ég ekki að kvarta. Þjóðskáldin Liljenkron og Demel veittu þessum 19 ára skáldbróður hjartanlega viðurkenningu og Rilke sem ég tignaði svo mjög sendi mér áritaða sér útgáfu af fyrstu ljóðum sínum sem þakklætisvott fyrir hina fögru gjöf. Þessum dýrmæta minjagrip frá æskuárunum bjargaði ég úr rústum Austurríkis yfir til Englands, hvar sem hann nú. Og vissulega vakti það að lokum undarlegar kendir að þessi fyrsta vinargjöf Rilkes til mín hafði verið í eigu minni 40 ára skeið og að hinn kunnulega rithönd flutti mér loks kveðju úr ríki hinna liðnu. Hið óvæntasta af öllu var þó það að Max Reger, sem ásamt Richard Strauss var mestur allra þálifandi tónskálda, bað mig leyfis að mega semja lög við 6 kvæði í ljóðasafninu.
og oft hef ég síðan á hljómleikum heyrt flutt eitt eða annað af þessum ljóðum sem mér eru löngu gleymd og glötuð, borin af bróðurlegri list meistarans gegnum rúm og tíma. Þessi óvænta viðurkenning ásamt vinsamlegum ritdómum opinbera málgagna varð mér hvatning til að stíga skref sem ég vegna rótgróins vantrausts á sjálfum mér myndi annars ekki hafa stigið að svo búnu. Þegar í menntaskóla hafði ég auk ljóðana birt eftir mér smásögur og ritgerðir í tímaritum módernista. Hins vegar hafði ég aldrei vogað að bjóða hinum voldugu og víðlesnu dagblöðum neitt af þessum tilraunum. Í Vínarborg var í rauninni aðeins eitt blað sem mikið hvað að, en það var Neue Freie Presse sem fyrir sakir virðulegs málflutnings, menningarviðleitni og stjórnmálalegs álits hafði sama gildi fyrir austurríska keisaradæmið og Times fyrir hinn enskumælandi Heim og Temps fyrir Frakka. Jafnvel ekkert af blöðum Þýskalands gerði jafn háar kröfur til sjálfsíns í menningarlegum efnum og þetta blað. Útgefandinn, Moritz Benedikt, sem hafði til að bera frábæra skipulagsgáfu og atorkusemi, lagði sig allan fram að gera þetta blað þannig úr garði að það bæri af öllum þýskum blöðum á sviði bókmennta og menningarmála. Ekkert var til sparað ef hann óskaði eftir efni frá kunnum höfundi. Hann var vís til að senda 10 eða 20 símskeyti og bjóða fyrirfram hvað há ritlaun sem var. Jóla- og nýjárshefti blaðsins voru heil bindi og fluttu verk eftir frægustu samtíðarhöfunda Anatole France, Gerhard Hauptmann, Ibsen, Zola, Strindberg og Shaw. Hafði þetta ómetanlega þýðingu fyrir bókmenntaþekkingu borgarbúa og raunar allra landsmanna. Að sjálfsögðu var þetta blað framfarasinnað og frjálslynt í skoðunum, áreiðanlegt og varfærið í dómum, á allan hátt verðugur fulltrúi hámenningarinnar í hinu forna Austurríki. Þetta musteri framfarana átti sér sérstakan helgidóm þar sem voru neðanmálsgreinar blaðsins, en að hætti Parísarstórbladaðana Temps og Journal du Débat voru þær skýrt afmarkaðar frá skrifum dægurmál og pólitík. Þarna birtust aðeins fágaðar úrvalsgreinar skáldskap, leikhúsmál, tónlist og myndlist og engir fengu hér orðið nema viðurkenndir gamalkunnir höfundar. Einungis óbrigðul dómgreind, margra ára reynsla og fullkomlega listræn framsetning gátu veitt höfundi tilkall til þessa heilaga staðar. Í dómum sínum sjónleiki og tónlist höfðu þeir Ludwig Speidel, sem var ritsnillingur mikill, og Edvard Hanslick, sama páavaldið og Saint-Beuve í blaði sínu Lundi í París. Í Vín réð já þeirra eða nei úrslitum gengi tónverks, leikrits eða bókar og þar með oft höfundar. Greinar þeirra voru daglegt umræðuefni menntafólksins. Þær voru ræddar, gagnrýndar, dáðar eða hataðar og ef nýtt nafn birtist meðal hinna virðulegu höfunda neðanmálsgreinana taldist það til stórviðburða. Af yngri kynslóðinni hafði Hofmannsthal einum heppnast að koma á framfæri nokkrum af hinum frábæru ritgerðum sínum, annars urðu ungir höfundar að láta sér lynda að hýrast með ritsmíðar sínar á öftustu síðu blaðsins. Hver sá sem fékk birta ritgerð á fremstu síðu hafði letrað nafn sitt í marmara fyrir hugarsjónum Vínarbúa. Mér enn ráðgáta hvaðan mér kom hugrekki til að bjóða Neue Freie Presse, þessari ginnhelgu véfrétt fæðingarborgar minnar og feðra, dálitla frumsamda ritgerð fjallaði skáldskap. En í rauninni átti ég ekki annað eða meira á hættu en það að fá hana endursenda. Ritstjóri neðanmálsgreinana hafði viðtalstíma aðeins einu sinni í viku milli klukkan 2 og 3 því hann fékk efni sitt nær eingöngu frá hinum virðulegu styrtarmönnum blaðsins. Það var því ekki laust við að ég hefði hjarslátt þegar ég gekk upp þröngan skrúfstegan sem lá að skrifstofunni og lét kynna komu mína. Eftir nokkra mínútur kom þjónninn aftur. Ritstjórinn var fús að veita mér áheyrn og ég gekk inn í skrifstofu kiturina til hans. Ritstjóri neðanmálsgreinana við Neue Freie Presse hét Theodor Herzl og í fyrsta sinn á ævinni stóð ég nú augliti til auglitis við eitt af stórmennum sögunar, þótt ég raunar hefði þó engan grunum hvaða áhrif hann átti eftir að hafa á sögu gyðinga og örlög nútímans. En sem komið var orkaði tvímæli stöðu hans og stefnu. Hann hafði byrjað sem ljóðskáld, sýnt snemma frábæra blaðamennskuhæfileika og orðið eftirlæti lesanda í Vín,
fyrst sem Parísarfréttaritari, seinna sem höfundur neðanmálsgreina. Ritgerðir hans eru hrífandi lestur enn í dag vegna fjölda hnittina og oft viturlegra athugana og sögum stíltöfra hans og málþokka. Skipti ekki máli hvort hann ritaði léttara hjal eða harða gagnrýni, meðfædd háttvísi brást honum aldrei. Nautinn fágaða blaðamennska hans því sérstakra vinselda í þeirri borg sem vandfýsnari var smekk en flestar aðrar. Hann hafði einnig getið sér nokkurn orðstýr fyrir leikritið Burgleikhúsið og var nú kunnur maður, dáður af væskunni og virtur af feðrum okkar. En á skammri stund skipast veður í lofti. Örlögin rata alltaf til þess manns sem þau kjósa til að framkvæma hin leyndu áform sín, jafnvel þótt hann vilji dyljast fyrir þeim. Theodor Herzl hafði í París orðið fyrir reynslu sem fékk mjög á hann, reynslu af því tagi sem gjörbylt getur heilli mannsæfi. Hann hafði sem fréttaritari verið viðstaddur opinbera afteiknun Alfreds Dreyfusar, hafði séð náfölt andlit hans þegar axlaskúarnir voru slitnir af honum og heyrt hann hrópa ég saklaus. Og á þessari stund hafði hann vitað í hjarta sínu að Dreyfus var saklaus og að hann hafði einungis verið grunaður hinn hræðilegu svik vegna þess að hann var gyðingur. Theodor Herzl var geddur miklu karlmannlegu stolti og hafði þegar á stúdentsárunum þolað önn fyrir örlög gyðinga, eða öllu heldur hann hafði með spámannlegu innsæi séð harmsögu þeirra fyrir áður en fylling tímans var komin. Sjálfum var honum ljóst að hann bjó yfir miklum foringjahæfileikum, það hlaut glæsileiki hans og höfðinglegt yfirbragð að staðfesta engu síður en stórbrotnar gáfur hans og víðtæk þekking. Þess vegna kom honum það stórræði í hug að leysa gyðingavandamálið í eitt skipti fyrir öll með því að fá alla gyðinga til að ganga undir skírn og taka kristna trú. Og þar sem honum var lagið að hugsa á dramatíska vísu, tók hann þegar að bollaleggja það að stefna öllum gyðingum austurískis til fjöldaskírnar í Stefanskirkju. Þannig ætlaði hann með fagurri og tákgrænni athöfn að leysa þessa hrjáðu útlæga þjóð undan böli haturs og einangrunar. Brátt sá hann þó annmarkana á þessari ráðagerð og vegna starfa sinna tafðist hann árum saman frá því verkefni sem hann taldi vera köllun sína. En þegar hann sá Dreyfus sviptan tignarmerkjum gat hann ekki lengur til þess hugsað að þjóð hans ætti að vera í útlegðum aldur og ævi. Ef einangrun er óhjákvæmileg, sagði hann við sjálfan sig, skal hún vera algjör. Ef auðmýking á ætíð að vera hlutskipti vort, skal því mætt með stolti. Ef ættjarðarleysið þjáir okkur, skulum við skapa okkur nýja ættjörð. Og hann gaf út rítlingin Gyðingaríkið, þar sem hann lýsti því yfir að öll samlögun við aðrar þjóðir, allar vonir fullkomið umburðarlyndi séu tálvonir einar fyrir gyðinga. Nauðsynlegt sé að stofna nýtt ríki í hinu gamla heimkynni Palestínu. Ég var enn í menntaskóla þegar þessi stutti en skorinorði ritlingur birtist og ennþá man ég vel hina almennun undrun og hneykslun sem hann olli meðal gyðinglegra borgara. Hvað hefur, sögðu þeir, hlaupið í þennan rithöfund sem annars er svo greindur, fyndinn og fágaður? Hvað er hann eiginlega að blaðra? Hvað eigum við að gera til Palestínu? Við tölum þýsku en ekki hebresku og hið fagra Austurríki föðurland vort. Vegnar okkur kannski ekki nógu vel undir stjórn hins ágæta keisara, Frans Jósefs. Sjáum við okkur ekki farborða með heiðalegu móti, erum við ekki öruggir? Njótum við ekki fullra mannréttinda, erum við ekki íbúar og þegnar okkar ástkæru vínar? Og lifum við ekki á slíkri framfaraöld að trúarbræðar hleypidómar verði horfnir úr sögunni eftir nokkra áratugi? Hvers vegna ljær þessi maður sem annars virðist vilja stuðla að velferð gyðinga verstu óvunum okkar, vopn í hendur og reynir að einangra okkur, einmitt þegar hver dagur tengjur okkur traustari og innilegri böndum við hinn þýska heim? Rabbínarnir heldu úr skálum reiði sinnar frá predikunastólunum og útgáfustjóri blaðsins Neue Freie Presse bannaði jafnvel að nota orðið síónismi í þessum málgagni framfarana. Karl Kraus, Tersites vínarbókmyndana og meistari í illkveitnislegu skopi, ritaði bæklingin Konungur Síónar og þegar Theodor Herzl sást í leikhúsinu stungum henn saman nefjum á bekkjunum og hvísluðu hans hátign er kominn. Í fyrstu vissi Theodor Herzl ekki hvaðan á sig stóð veðrið. Vegna rótgróinna vinsalda sinna í Vín treysti hann fullkomlega á skilning borgarbúa
en nú sneru þeir við honum baki og meira að segja hlógu að honum. En skyndilega var tekið undir svo ákaft og fagnandi að hann var næstum skelfdur af að sjá hvílíka ógnaröldu hann hafði vakið með þessum fáu blaðsíðum. Raunar kom ansvarið ekki frá henni hólífu efnuðu borgarasett gyðinga á Vesturlöndum, heldur úr þjóðahafinu í austri, frá gettóöregum Galísíu, Póllands og Rússlands. Án þess að gruna nokkuð hafði Hertl skarað að þeim glæðum sem gyðingdómurinn átti enn faldar undir frera útlegðarinnar, hafði vakið 1000 ára messiasardraumum heimför til fyrirheitnalandsins eins og staðfest í hinum helgu bókum, þessa von og trúarvissu sem ein hefur léð lífi hrjáðs og kúaðs líðs skynsamlegum tilgang. Síðan útlegð þjóðarinnar hófst fyrir 2000 árum hefur það alltaf átt vísan hljómgrunn í sál hennar, ef einhver spámaður eða falsspámaður hefur slegið á þessa strengi, en aldrei hafði hún tekið boðskapnum með jafn trylltum fögnuði og nú. Einn maður hafði með nokkrum prentuðum síðum sameinað dreifðan og villuráfandi líð. Þessir dagar, meðan hugmyndin var enn í reifum draumsins, áttu eftir að verða mestu hamingjustundirnar á skammri ævi Hertzls. Jafn skjótt og hann tók að tengja áform sitt við raunveruleikann, beisla kraftana, hlaut hann að reka sig á hversu sundurleitt þjóð hans var orðin af því að búa meðal óskyldra þjóða og lifa við ólík kjör. Á einum staðnum voru fríhyggjumenn, á öðrum réttrúaðir, á þeim þriðja jafnaðarmenn og á þeim fjórða kapitalistar, allir þjarkandi hver við annan og ótal tungumálum og tregir að lúta sameiginlegri stjórn. Árið 1901, þegar ég sá hann í fyrsta sinn, stóð baráttu hans sem hæst og ef til vill hefur hann þá einnig átt í baráttu við sjálfan sig. Ennþá taldi hann árangur sinn ekki nægan til að segja lausri stöðunni sem hann og fjölskylda hans höfðu lífs uppeldi sitt af. Ennþá varð hann að skipta sér á milli smásmuglegrar blaðamennsku og þess hlutverks sem var hans sanna líf. Ennþá var það ritstjórinn, Theodor Herzl, sem veitti mér viðtöku. Theodor Herzl stóð upp til að heilsa mér og ósjálfrátt fannst mér að uppnefnið, konungur Síonar, væri ekki með öllu út í hött. Hann var í rauninni konunglegur ásýndum, ennið hátt og mikið, andlitsdrættirnir svipmiklir, skeggið hrafnsvart, sítt og kennimannlegt, augun dökkbrún og þunglyndisleg. Fyrirmannlegt fas hans minnti dálítið á leikara, en virtist þó laus við alla tilgerð, því það var í fullu samræmi við meðfæddan tíguleik hans, og ekki hefði þetta sérstaka tækifæri þurft til þess að mér þætti mikið til mannsins koma. Jafnvel í þessari þröngu, dimmu skrifstofuketru, bak við fornfálegt skrifborð, alþakið blöðum, bar hann svipmót af bedúína höfðingjum eyðimerkurinnar. Hvítur, flakandi hettukugl hefði farið honum allt eins eðlilega og vandaður svartur lafafrakkin, sem sýnilega var sniðinn samkvæmt Parísartísku. Eftir stutta yfirvegaða þögn, hann hafði miklar mætur á að beita hálf leikrænum áhrifsbrögðum eins og ég tók eftir seinna og mun líklega hafa numið þá list í Burgleikósinu. Rétti hann mér höndina vingjarnlega en þó með nokkru yfirlæti. Hann hafði bent mér á hægindastól við borðið, sagði hann í spurnartón, ég held ég hafi heyrt nafnið þar áður eða séð það einhvers staðar á prenti. Kvæði ekki satt? Ég var að gangast til því. Jæja, sagði hann og hallaði sér aftur á bak. Hvað hafið þér handa mér? Ég kvaðst gjarna vilja sýna honum greinarstúf og rétti honum handritið. Hann leit á fyrirsögnina, fletti blöðunum til að athuga lengdina og hagrætti sér í stólnum. Og mér til mikillar undrunar, þessu hafði ég alls ekki búist við, sá ég að hann var tekinn að lesa handritið. Hann las hægt og lagði blöðin frá sér hvert af öðru án þess að líta upp. Þegar hann hafði lesið síðasta blaðið, braut hann handritið vandlega saman, stakk því hægt og rólega í umslag án þess einu sinni að virða með viðlits og skrifaði eitthvað utan á með blákrít. Þá fyrst hann hafði magnað eftirvæntingu mína nógu lengi með þessu duglarfulla hátterni, leit hann dökkum augum mínum fast á mig og sagði hægt og virðulega, það gleður mig að geta tjáð yður að hinn fagra ritgerð yðar verður birt neðanmáls í Neue Freie Presse. Það var engu líkara en að sjálfur Napóleon hefði verið að sæma ungan liðþjálfa riddarakrossi heiðursfylkingarinnar að orustu lokinni. Þetta kann að virðast lítilfjörlegt atvik,
En maður þarf að hafa átt heima í Vín og helst á þessum tíma til að geta skilið hvílíkan vegsauka þessi sigur táknaði. Á 19. ári var ég allt í einu komin í tölu áhrifamanna og Theodor Herzl, sem var mér haukur í horni upp frá þessu, notaði tækifærið til að láta þá skoðun í ljós á prenti að óþarft væri að óttast hrörnun listarinnar hér í Vín. Auk Hoffmannsthals sé nú að vaksa upp hópur ungra gáfumanna sem allsins besta sé af að vænta og mig taldi hann þar fremstan í flokki. Ég hef ávallt litið á það sem sérstakann heiður að það skildi vera jafn gagnmerkur maður og Theodor Herzl sem fyrstur varð til þess að vekja athygli á mér opinberlega og það í mikilsvirtu og víðlesnu málgagni. Og mikið þótti mér fyrir því að verða að hafna tilmælum hans þáttöku eða jafnvel meðstjórn í síónarhreyfingunni eftir allt sem á undan var gengið. En mér varð ekki unnt að ganga þessari hreyfingu á hönd og þar sem fyrst og fremst fældi mig frá henni var virðingarleysi það sem fylgismenn hennar sýndu Herzl og mér hefur alltaf furðað á fram á þennan dag. Austurgyðingar báru honum á brýn að hann skildi ekki gyðingdóminn, þekkti ekki einu sinni siði hans og venjur. Hagfræðingarnir litu hann sem neðanmálsritstjóra, hver hafði sína sérstöku gagnrýni á taktinum og hana ekki alltaf sem virðulegasta. Ég vissi vel hversu mjög Herzl þarfnaðist einlægra fylgismanna sér í lagi ungra manna, en hinn sífelldi krytur og togstrita, skorturinn á sannri hollustu og aga í flokknum gerði mig fráhverfan hreyfingunni sem mér hafði í fyrstu verið forvitni á að kynnast vegna Herzl. Eitt sinn þetta bara góma játaði ég honum hreinskilinslega óánægju mína yfir agaleysinu meðal fylgismanna hans. Hann brosti dálítið biturlega og sagði: Gleymið ekki að í aldaraðir höfum við vanist á að leika okkur að viðfangsefnum og togast á hugmyndir. Við gyðingar höfum nú í 2000 ár enga reynslu fengið af því að hrinda stórmálum í framkvæmd. Hina skilyrðislausu hollustu verðum maður fyrst að læra og sjálfur hef ég ekki lært hana enn, því annað veifið skrifaði ég neðanmálsgreinar og ennþá ritstjóri við Neue Freie Presse, þótt að sé skylda mín að hugsa þetta eitt og setja ekki línu á blað annað efni. En ég nú í þann veginn að bæta ráð mitt. Ég ætla sjálfur að læra fyrst skilyrðislausu hollustu og ef til vill læra hinir hana þá líka. Ég man vel að þessi orð höfðu djúp áhrif á mig því allir voru hissa á hve hikandi Herzl var við að hætta blaðamennskunni, við álitum vegna fjölskyldunar. En löngu seinna kom á daginn að svo var ekki. Hann hafði meira að segja fórnað hreyfingunni í öllum eignum sínum. En hversu mjög hann sjálfur leið af þessum tvískinungi marka ég ekki eingöngu af þessum orðum hans, heldur og af mörgu sem hann reit í dagbækur sínar. Ég sá hann oft eftir þetta, en af öllum fundum okkar mér enn engar minnistæður og raunar ógleymanlegur, ef til vill vegna þess að það var svo síðasti. Ég hafði verið erlendis, hafði einungis haft bréfaskipti við Vín og hitti hann loks einn daginn í Stadgarðinum. Hann var auðsjánlega að koma af skrifstofunni, gekk mjög hægt og dálítið lotinn. Hann var ekki lengur jafn léttur í spori og fyrr. Ég heilsaði hæverslega og ætlaði framhjá, en hann staðinandist skyndilega, gekk teinréttur í veg fyrir mig og rétti mér höndina. Hvers vegna eru þér að fara í felur? Það hreinasti óþarfi, sagði hann. Honum líkaði vel að heyra að ég hefði verið erlendis. Það okkar eina úrræði. Allt það sem ég veit hef ég lært í útlöndum. Aðeins þar lærist manni að taka hinn löngu sjónarmið. Ég sannfærður að hér heima hefðu hugmyndir mínar aldrei orðið til. Þar hefðu fæðist andvana eða verið kyrktar í fæðingunni. En Guði sé lof að allt var fullmótað þegar ég bar þar fram, svo að það eina sem þeir gátu var að bregða fyrir mig fæti. Hann var allbeiskyrtur í garð Vínarbúa. Hér hafði hann átt minnstum skilningi að fagna og ef honum hefði ekki borist stuðningur erlendis frá, einkum frá Austur-Evrópu og nú upp á síðkastið einnig frá Ameríku, var hann löngu uppgefin orðin. Aðal skissa mín var sú, sagði hann, hvað ég byrjaði seint. Viktor Adler var orðin foringi jafnaðarmanna 30 að aldri, einmitt á þeim árum þegar baráttuþrekið mest, og hvað mætti þá segja suma mikilmönnum sögunar. Þér ættuð að vita hversu hugsjúkur ég yfir glötuðu árunum, yfir því að ég skildi ekki uppgöta köllun mína fyrr. Ef heilsa mín var jafn traust og viljinn stæði allt til bóta, en árunum verður ekki skilað aftur. Ég fylgdi honum alla leið heim til hans.
Þar nam hann staðar, rétti mér höndina og sagði: Hvers vegna heimsækið þér mig ekki? Þér hafið aldrei komið heim til mín. Hringið fyrst og ég fæ mig strax lausan. Ég hét því, staðráðinn í að svíkja það loforð, því þeim mun meiri mætur sem ég hef á vini mínum, því meira virði ég tíma þeirra. En þrátt fyrir allt var ég þó að gera mér ferð til hans og það ekki mörgum mánuðum seinna. Sjúkdómurinn sem tekinn var að hrjá hann lagði hann að velli allt í einu og ég fekk aðeins tóm til að fylgja honum til moldar. Það var undarlegur júlídagur, ógleymanlegur öllum sem nærstaðir voru. Skyndilega urðu allar járnbrautarstöðvar borgarinnar troðfullar af fólki sem kom dagfari og náttfari úr öllum áttum heims, vestrænir, austrænir og tyrkneskir gyðingar, allir hryggir á svip eftir þessa miklu sorgarfregn. Aldrei sást greinilegar en nú, það sem áður var kafið í orðareik og deilum, að það var höfundur mikillar hreyfingar sem hér var til moldar borin. Líkfylgdin var endalaus. Loks gaf vínarbúum álíta að hér var engin venjulegur rithöfundur eða góðskáld að velli hníin, heldur einn af þessum sköpuðum nýrra hugmynda sem þjóðir á lönd eignast ekki nema endrum og eins. Í kirkjugarðinum komst allt á ringulreið. Múgurinn flykktist að kistunni, grátandi, kveinandi og hrópandi í trylltri örvæntingu. Það lá við stimpingum og stappaði nærri uppþótti. Ekkert fekk hamið þessa frumstæðu ofsafengnu sorg sem ólíkar öllu því sem ég hef séð við jarðarfarir bæði fyrr og síðar. Og sá sársökafulli harmur sem þarna braust upp úr djúpi þjóðahafsins kom mér fyrst í skilning hví líka von og þrá þessi einmana maður hafði tendrað í heiminum með mætti hugar síns. Hinn hátíðlega viðurkenning neðanmálsritstjórans ásamt aðgangi að dálkum hans í blaðinu varð mjög afdrifarík fyrir einkalíf mitt, því með henni öðlaðist ég óvænt sjálfstæði innan fjölskyldunar. Foreldrar mínir gáfu sér lítt að bókmenntum og gerðu enga kröfu til að teljast dómbær í þeim efnum. Fyrir þeim eins og öðrum borgurum í Vín hafði það eitt gildi sem lofað var í Neue Freie Presse, en hitt allt var þeim einskisvert sem þar var lastað eða að engu getið. Það sem í neðanmálsgrein stóð tóku þau sem algildan sannleika, því þar kváðu ekki aðrir upp dóma en þeir sem almennrar viðurkenningar nutu. Og setjum okkur nú fyrir sjónir fjölskyldu sem vön á hverjum morgni að líta á fremstu síðu blaðsins full af eftirvæntingu og aðdáun. Og einn daginn uppgötar hún að fremur hirðulítill 19 ára sveinstauli sem situr til borðs með henni og ekkert skarar fram úr við námið, en hefur að góðsemi fengið að dunda sér við skriftir, mest vegna þess að þær eru áhættu minna tómstundagaman en spilamennska og glinguri kvenfólk, hefur hvatt skoðunum sínum hljóðs í þessu ábyrga málgagni meðal hinna frægu og virtu. Hingað til hefur hann þó ekki komist upp með móðureik heima hjá sér. Þótt ég hefði ort kvæði á borð við fegurstu ljóð Keats, Hölderlins eða Shelleys, hefði það ekki valdið slíkri gjörbreytingu á viðhorfi samborgarana gagnvart mér. Þegar ég fór í leikhúsið benti fólk á þennan dularfulla Benjamin sem á einhvern torræðan hátt hafði unnið sér þegnrétt í ríki hinna öldnu og virtu. Og þar sem ég skrifaði neðanmálsgreinar næstum reglulega, vofði brátt sú hætta yfir mér að ég yrði einn af hinum settlegu menningar fórkólfum borgarinnar. En þessari hættu sneiddi ég til allrar hamingju hjá í tíma með því að tilkynna foreldrum mínum einn morguninn upp úr þurru að mig langaði til að stunda nám í Berlín á næsta misseri. Og fjölskylda mín virti mig, eða réttara sagt Neue Freie Presse, sem nú var hollvættur minn, of mikils til þess að neita mér þessa bón. Að sjálfsögðu var það ekki ætlun mín að stúdera í Berlín. Eins og í Vín mætti ég þar ekki í háskólanum nema 2 á misseri, annað skiptið til að láta innrita mig, hitt til að taka við vottorði ástundun. Það sem ég sóttist eftir í Berlín voru hvorki skólabræður né prófessorar, heldur meira og fullkomnar frelsi. Í Vín fannst mér ég alltaf of háður umhverfinu. Lagsbræður mínir í bókmenntunum voru næstum allir af borgaraættum og gyðingar eins og ég. Í lítilli borg eins og Vín, þar sem allir könnuðust við alla, var alltaf fyrst og fremst litið á mig sem pilt af góðu heimili og ég var orðinn leiður á þessum svokallaða góða félagsskap. Ég vildi meira að segja kynnast einu sinni ærlega slæmum félagsskap
óþvinguðu og taumlausu lífi. Ég hafði ekki einu sinni gáð að því í námskráni hver kenndi heimspeki við Berlínarháskóla. Mér var nóg að vita að meiri gróska og fjör var þar í nýju bókmenntunum en hjá okkur, að maður gat þar hitti Emil og fleiri af ungu skáldunum, að þar voru stöðugt í uppsiglingu ný tímarit, leikhús eða skemmtistaðir. Í stuttu máli þar var líf í tuskunum, eins og komist var að orði í Vín. Í rauninni kom ég til Berlínar á mjög merkilegum tímamótum í sögu hennar. Síðan 1870, þegar hún breyttist úr litlum heldur fáskrúðugum prússneskum höfuðstað í stjórnarsetur hinna þýsku keisara, hafði þessi ósjálega borg tekið miklum framförum, þó ennþá hefði hún ekki tekið forystuna í listum og menningamálum. München var enn talin höfuðvígi málaralistar og kveðskapar, Dresden-óperan bar ægishjálm yfir öll önnur söngleikahús og þessar litlu borgir drógu dýrmæta starfskrafta til sín. En fyrst og fremst var það þó Vín sem skaraði langt fram úr vegna aldagamallar hefðar, brennandi áhuga borgarbúa og meðfæddra listnegðar. En með hinum skjóta efnahagslega uppgangi Þýskalands tók brátt að skipta sköpum. Voldugir iðnhringar og efnaðar fjölskyldur settu stað í Berlín og nýr auður ásamt máttugum stórhug veitti byggingarlist og leikstarfsemi meiri möguleika þar en í nokkuri annarri þýskri borg. Söfn blómguðust undir verndarvæng Vilhjálms keisara, leiklistin eignaðist ágætan leiðtoga þar sem var Otto Brahm og skorturinn á eiginlegum erfðavenjum og fornri menningu laðaði æskuna beinlínis til nýrra tilrauna, því erfðavenjum fylgja líka hömlur. Vegna tengsla við fortíð sína og aðdáunar af henni var Vín ætíð varkar og íhaldssöm gagnvart ungum mönnum og djörfum tilraunum. En í Berlín vildi vaxa sem skjótast og finna sitt eigið form, buðu menn nýjungunum heim. Þess vegna var það ekki nema eðlilegt að ungir menn hvaðan æfa úr keisaradæminu og meira að segja frá Austurríki þyrptust til Berlínar, enda kom á daginn að þeir gáfuðustu náðu þar skjótum frama. Maður á borð við Max Reinhardt hefði orðið að bíða þolinmóður í 2 áratugi í Vín eftir þeirri viðurkenningu sem hann náði á 2 árum í Berlín. Ég kom einmitt til Berlínar á því skeiði þegar hún var að vaxa úr óbreyttum kaupstað í heimsborg. Í fyrstu varð ég fyrir nokkrum vonbrigðum ég bar hana saman við glæsibrag hinnar söguríku Vínar. Landnám borgarinnar til vesturs, þar sem nýr byggingarstíll átti að taka við af hinum íburðarmiklu húsum Tiergarten-hverfisins, var þá nýlega hafið. Friðriksstræti og Leipzigstræti með sínum leiðilegu kumböldum og klunnalega prjáli voru þá enn miðdepill borgarinnar. Til útkverfa eins og Wilmersdorf, Nikolasse og Steglitz var seinfarið í sporvagni og heilmikið ferðalag þurfti í þá daga til að sækja heim hinna köldu fegurð markvatnana. Að undanskildu hinna forna stræti undir den Linden var engin regluleg aðalgata, engin miðbær eins og Graben hjá okkur í Vín og sögum hinnar gömlu prússnesku sparsemi skorti allan almennan glæsibrag. Konur fóru í leikhúsið í ósmekklegum heimasniðnum kjólum og allstaðar saknaði maður hinnar högu örlátu handar sem í Vín, líkt og í París, kunni að skapa öllu heillandi svip af litlum efnum. Í hverju smáatriði fann maður nauman prússneskan búmanns anda. Kaffið var létt og vont því að hver baun var spöruð, maturinn var ólistugur og undirstöðulaus. Hirðusemi og ströng regla ríkti allstaðar í stað vorar söngelsku glaðvarðar. Ekkert finnst mér til dæmis eins einkennandi og mismunurinn á húsmæðrum í Vín og Berlín. Vínarhúsfreyjan var kát og skrafhrifin og hafði ekki sem besta reglu á hlutunum, gleymdi kannski hinn á þessu, en var manni alltaf innan handar ef einhvers þurfti við. Berlínarkonan var siðavönd og hélt öllu í föstum skorðum. En í fyrsta skipti sem ég fekk mánaðarreikning frá henni, sá ég að þar var með hreinlegu settletri færður til reiknings hver smágreiði sem hún hafði gert mér. 3 skildingar fyrir að festa buxnatölu, 20 skildingar fyrir að ná blekklessu af borðplötu, og þegar allt hafði verið tínt til, nam þjónustan alls 67 skildingum. Ég hló að þessu í fyrstu, en það merkilega var
að eftir nokkra daga laut ég í lægra haldi fyrir þessari smásmugulegu prússnesku reglusemi og hélt í fyrsta og síðasta skiptið á ævinni nákvæma útgjaldabók. Ég hafði meðferðis heilan bunka af meðmælabréfum frá vinum mínum í Vín, en ég notaði ekkert af þeim. Hinn eiginlegi tilgangur þessa ævintýris var líka sá að losna við öryggi borgaralegs umhverfis og lifa í staðinn laus beislaður á eigin ábyrgð. Ég ætlaði einungis að kynnast fólki og því helst þeim allra skemmtilegustu, en áhugi minn fyrir því hafði vaknað við tilraunir mínar á bókmenntasviðinu. Auk þess hafði ég ekki til einskis lesið La Bohème. Tvítugt var eðlilegt að óska sér að lifa eftir slíkri bók. Ekki þurfti ég heldur að leita lengi að slíkum félagsskap, göróttum og taumlausum. Meðan ég var heima í Vín hafði ég nokkurt skeið skrifað í Die Gesellschaft, en því hálfskoplega nafni nefndu módernistar í Berlín forystublað sitt. Ritstjóri þess var Ludwig Jakubowski. Þetta unga skáld hafði skömmu fyrir hið sviplega fráfallsþitt stofnað félag nefndist Verðandi menn, nafngift sem hafði tælandi hljóm í eyrum æskunnar. Fundir þess voru haldnir einu sinni í viku á annarri hæð í kaffihúsi nokkru við Nollendorfplatz. Í þessum geipi fjölmenna félagsskap, sem sniðin var eftir Closerie du Lilas í París, var saman komin hinn sundurlitasti líður, skáld, húsameistarar, snobbar og blaðamenn, ungar stúlkur sem titluðu sig listiðnaðarkonur eða myndhöggvara, rússneskar stúdinur og bjartherðar norðurlandameyjar sem vildu fullnuma sig í þýskri tungu. Öll héruð Þýskalands áttu hér sína fulltrúa. Hér gat að líta samanrekna Vestfalenbúa, settlega bæjara og slesíska gyðinga. Öll mál voru hér rædd af hita og fullkomnu hispursleysi. Endrum og sinnum voru kvæði eða leikrit lesin upp, en höfuðatriðið fyrir öllum var þó að kynnast náunganum. Á meðal þessa unga fólks sem allt hafði á sér yfirbragð listsvallarans sat, líkt og elskulegur jólasveinn, gamall gráskeggur, virtur og elskaður af öllum vegna þess að hann var raunverulegt skáld og bóhem, Peter Hille. Þessi 70 öldungur horfði falslausum bláum augum, góðlátlega og hneykslunarlaust á þennan furðulega krakkafans. Utan yfir trosnuðum jakkafötum og grómteknum nærklæðum bar hann ávallt sömu gráu regnkápuna, sífellt reiðubúinn að fara niður í jakkavassan eftir krukluðum handritum og lesa kvæði ef óskað var. Þetta var allt sundurleitur kveðskapur, í rauninni munnvörp ljóðræns snillings, en bara of formvana og laus í reipunum. Hann hripaði þau niður með blýanti í strætisvögnum eða á kaffihúsum, gleymdi þeim síðan jafnharðan. Svo oft var hann í vandræðum með að ráða í orðin á lúðum og kámugum blöðunum. Peninga átti hann aldrei, en það skipti hann engu. Hann gisti til skiptis á hinum og þessum og algjört metnaðarleysi hans og afneitun veraldargengis var hvort tveggja átakanlega einlægt og ósvikið. Maður skildi eiginlega ekki hvenar og hvernig þessi góði frummaður hafði vilst hingað til stórborgarinnar og hvað honum var hér á höndum. En honum var ekkert á höndum, hann sóttist hvorki eftir frægð né aðdáendum og var þó áhyggjulausari og frjálsari í skálddraumum sínum en nokkur annar maður sem ég hef kynnst. Hinnir metnaðargjörnu þjörkuðu og hrópuðu hver í kapp við annan allt í kringum hann og hann hlustaði á með hógværð, deildi við engan, lyfti oft glasi til vinsamlegar ádrykkju en blandaði sér næstum aldrei í samræðurnar. Manni fannst alltaf, jafnvel glaumur var mestur, að orð og erindi væruð að leitast að í úpnum, dálítið þreyttum kolli hans, án þess þó að geta fundið hvort annað eða fallist í faðma. Hið einfalda og barnslega í fari þessa hrekklausa skálds, sem nú má heita fullu gleymt, jafnvel í Þýskalandi, leiddi ef til vill athygli mína að nokkru frá leiðtoga verðandi manna, og þó fór þar maður sem átti eftir að móta lífsskoðanir óteljandi manna með orðum sínum og hugmyndum. Hér hitti ég enn fyrir mann sem líkt á Theodor Herzl átti eftir að verða leiðarljós milljóna manna, því lærisveinar Rudolfs Steiners, höfundar anthroposofíunar, stofnuðu seinna mörg vísindafélög og glæsilega skóla til að útbreiða þessa kenningu hans. Hann var ekki jafn glæsilegur og Theodor Herzl,
en andlit hans bjó yfir meira seiðmagni. Í dökkum augum hans var einhver sefjandi máttur og mér fannst ég hlusta á hann með meiri dómgreind og gagnrýni ef ég horfði ekki á hann, því magurt andlit hans sem rist var rúnum meinlæta og andlegra ástríðna verkaði sannfærandi á fleiri en konur. Rudolf Steiner hafði, hér var komið sögu, enn ekki mótað kenningu sína og var sjálfur að leita og læra. Endrum og sinnum hélt hann fyrirlestra litfræði Goethes og var hinn látni snillingur í meðförum hans dálítið keimlíkur Bombastussi og Faust. Það var hrífandi að hlusta á hann því menntun hans var furðuleg, enganlega ef borið var saman við okkur sem aðeins kunnum skil á bókmenntum. Og eftir fyrirlestra hans og þau mörgu fróðlegu samtöl sem ég átti við hann, var ég í senn heillaður og miður mín. En þegar ég spyr sjálfa mig að því nú hvort mig hafi órað fyrir því þá að þessi ungi maður ætti eftir að verða höfundur heimspekilegrar og siðfræðilegrar fjöldarhefingar, verði ég mér til minnkunar að játa að svo ekki. Ég bjóst við miklum vísindaafrökum af þessum leitandi anda og mér myndi ekki hafa furðað á því þótt ég hefði frétt einhverja mikilvæga líffræðilega uppgötvun runna undan rifjum þessa fjölspekings. En þegar ég eftir árabil sá hið veglega Goetheanum í Dornach, þennan viskuskóla sem lærisveinar hans höfðu reist í platónskum anda, höfundi anthroposófíunar til heiðurs, varð ég dálítið vonsvikinn yfir því að áhrif hans skyldu hafa beinst svo mjög inn á almennt raunhæfar og meira að segja hálf hversdagslegar brautir. Ég dirfist ekki að leggja inn dóm á anthroposófíuna því mér enn ekki ljós merking hennar eða stefna. Ég held meira að segja að vinsældir hennar séu mest að þakka persónulegum töfrum Rudolf Steiner en ekki neinum nýjum hugmyndum. Allt það var það ómetalegur ávinningur fyrir mig á þessum aldri að kynnast slíkum töframanni sem Steiner var, manni sem umgekkst æskuna af vinsemd og hleypidómaleysi. Við skólapiltarnir heima hugðumst hafa aflað okkur ærins fróðleiks, en þegar ég kynntist henni djúpu og furðulegu þekkingu hans, varð mér ljóst að sönn fjölmenntun fæst aldrei með ígripalestri einum saman og samræðum, heldur einungis með margra ára þrotlausri elju og kostgefni. En á þessum hrifnama aldri meðan kynni eru fljót að takast og pólitískar og félagslegar andstæður eru enn ekki farnar að segja til sín, nýtist ungum mönnum yfirleitt betur sú kunnátta sem þeir fá frá stallbræðrum sínum en sú sem eldri kynslóðin miðlar. Enn fékk ég að reyna hversu sameiginlegur áhugi getur verið frjór, einungis var vettvangurinn víðari og alþjóðlegri nú en í menntaskólanum. Vinir mínir í Vín voru næstum allir að borgarættum og 9 af hverjum 10 þar að auki gyðingar, svo að ávinningurinn af félagsskap okkar var að mestu fólkin í því að glæða áhugan hverju öðrum. Í þessu nýja umhverfi var unga fólkið hins vegar sitt úr hverju áttinni, jafnt af lægri stigum sem aðri, sumir af prústenskum aðalsættum, aðrir synir útgerðarmanna í Hamborg eða bændasynir frá Vestfalen. Og þarna rakst maður einnig á verulega fátækt, tötraleg klæði og gatslitna skó, nokkuð sem ég hafði ekki áður séð í Vín. Ég sat til borðs með ofdrykkjumönnum, kynvillingum og morfínistum og var afar stoltur yfir því að fá að taka í höndina á kunnum fjárglæframanni sem nýsloppinn var úr fangelsinu. Seinna tók hann saman æviminningar sínar og ávann sér þar með höfundarnafn. Allt það sem mér hafði ótrúlegast þótt í skáldsögum raunsæishöfunda gerðist hér í hinum litlu kaffihúsum og krám þar sem ég var gestur, og því verra orð sem af sessunutnum fór, því gírnilegri fannst mér hann til fróðleiks. Og þessi árátta mín að kynnast fólki sem lifir áhættusömu lífi hefur síðan fylgt mér alla tíð. Jafnvel á þeim árum meðan betur hefði sómt sér að vera vandfýsnari, lágu vinir mínir mér oft á hálsi fyrir það hvað ég umgengist mikið af siðlausu vandræðafólki. Og ef til vill á sú ráðdeildarsemi sem ég alin upp við ásamt slæmum grun að ég væri ekki með öllu laus við öryggisgrilluna, nokkra sök á því hversu ég dróst að öllum þeim sem fyrirhyggjulaust og af algjöru skeytingarleysi fórnuðu tíma sínum, peningum,
heilsu og mannorði á altari líðandi stundar. Og vafalítið má í skáldsögum mínum smærri sem stærri finna þetta dálæti á óstýrilátum og ástríðu heitum persónum. En auk þess voru þarna að verki töfrar hins erlenda og ókunna. Næstum allir höfðu eitthvert veganesti að heiman, nýjungagirni minni til fróunar. Hér hitti ég í fyrsta skipti sannan austurgyðing, teiknaran E.M. Liljan, sem var sonur fátæks réttrúaðs rennismiðs frá Drohobíts. Hafði ég ekki fyrrkynnst seiglu og ofstæki þessa þróttmikla fólks. Ungur Rússi þýddi fyrir mig fegurstu kaflana úr Karamazov-bræðrum, en sú bók var þá enn ókunn í Þýskalandi. Sænsk yngismær sýndi mér fyrstu myndirnar sem ég sá eftir Munch og ég gerðist tíður gestur í vinnustofu málara, jafnvel hinna lélegri, til að kynna mér aðferði þeirra. Einhver trúaður fór með mig á miðilsfund og þannig drakk ég í mig áhrif þessa fjölskrúðuga lífs og fékk mig þó aldrei full saddan. Sá áhugi fyrir formi, rými og máli var ríkjandi hjá okkur í menntaskólanum beintist nú hjá mér að lifandi fólki. Frá því snemma á morgnana og fram á nætur var ég sífellt að spjalla við nýja kunningja, ýmist frá mér numin eða vonsvikinn og fyrir kom stundum að ég yrði fyrir prettum í þeim viðskiptum. Ég held ég hafi ekki á 10 árum haft jafnmikið sálufélag við aðra menn og á þessu stutta misseri í Berlín, en það var þetta í fyrsta skipti á ævinni sem ég fekk að ráða mér algjörlega sjálfur. Nú kynni að virast eðlilegt að hinn margvíslegu áhrif hefðu aukið sköpunarþörf mína venju fram. Í rauninni var þessu þó öfugt farið. Sá sjálfbyrgingsháttur sem við höfðum mælt hver upp í öðrum hjaðnaði nú ískeikilega niður. 4 mánuðum eftir að hinn ungæðislegu ljóð mín birtust á prenti botnaði ég ekki lengur í hvaðan mér hefði komið dirfska til að gefa þau út. En fundust mér kvæðin all góð, lipur og að vissu leyti athyglisverð að ytri gerð. Þau voru ort af metnaði og nautn af að glíma við form, en ósönn í tilfinningasemi sinni. Eftir þessa fyrstu snertingu við raunveruleikann fannst mér alltaf einhver ilvatskeimur af fyrstu sögum mínum. Þar sýndu á köflum útsmogna tækni í listrænum vinnubrögðum, en hins vegar algeran skort á almennri reynslu og lífsþekkingu. Næstum því fullgerð skáldsaga sem ég hafði komið með til Berlínar í því skyni að hugnast útgefanda mínum gisti brátt í ofninum, því trúin á hæfileika okkar skólapilta hafði beðið mikinn hnekki við þessi fyrstu kynni mín af mannlífinu. Mér var eins innanbrjósts og ég hefði verið færður niður í skóla nokkra bekki í einu. Og svo varð raunin á að 6 ár liðu frá útkomu fyrstu ljóðabókar minnar og þar til svo næsta birtist, en 3 eða 4 ár þar til fyrsta bók mín í óbundnu máli sá dagsins ljós. Að ráði Demels notaði ég tíman til að þýða úr erlendum málum og hef ég æ síðan verið honum hinn þakklátasti fyrir þá vísbendingu, því ég enn þeirrar skoðunar að á annan hátt geti höfundur ekki betur kynnst dýpt og orðgnótt sinnar eigin tungu. Ég þýddi ljóð Baudelaires, nokkur eftir Verlaine, Keats og William Morris, leikþátt eftir Charles van Levergy og skáldsögu eftir Camille Lemonnier, Pour me faire la main, til að æfa mig. Einmitt vegna þess hve erfitt að flytja sérkenni einnar tungu yfir á aðra, heimta þýðingar gífurlega leikni í framsetningu. Verður sá hæfileiki vart þroskaður betur á annan hátt og þessi glíma við að fella ólíkustu eigindir erlends máls í mót minnar eigin tungu og samþýða hana framandi orðfæri hefur ætíð verið mér ósvikin listræn nautn. Og þar sem þetta hljóðláta og í rauninni lítilsmetna starf útheimti þolinmæði og elju, dygðir sem mér í oflátungshætti mínum hafði láðust að tileinka mér í menntaskólanum, varð það mér með tímanum engar kært. Og í þessari viðleitni minni að miðla öðrum göfugum listaverkum fann ég í fyrsta sinn fullvissuna það að ég væri í raun og veru að gera eitthvað sem vit væri í, eitthvað sem réttlætti tilveru mína. Nú hafði ég gert upp við mig hvað ég skildi gera næstu árin,
sjá margt, læra mikið og hefja síðan handa fyrir alvöru. Ég ætlaði fyrst að kynnast heiminum en var staðráðinn í að hrapa ekki að birtingu frumsaminna verka. Sú beiska veig sem Berlín hafði byrlað mér hafði einungis aukið á þorsta minn. Og ég tók að skyggnast eftir landi þar sem best væri að dveljast í sumarleifinu. Belgía varð fyrir valinu. Aldamótin var óvenju mikil gróska í fögrum listum í þessu landi, svo belgískir listamenn sköruðu á vissum sviðum fram úr þeim frönsku. Málararnir Knopf og Robs, myndhöggvararnir Constantin Meunier og Minn og Van der Velde í listiðnaðinum og skáldin Maeterlinck, Eekhout og Lemonnier voru allir þróttmiklir fulltrúar hinnar framsæknu listar í Evrópu. En sá sem heillaði mig öllum öðrum fremur var Emil Verhaeren, því hann beindi ljóðlistinni inn á alveg nýjar brautir. Ég hafði eiginlega uppgötað hann af eigin ramleik, því að í Þýskalandi var hann með öllu ókunnur og bókmenntaforkólfar þar rugluðu honum lengi saman við Verlaine, líkt og þeir viltust á Roland og Rostand, og að unna einhverjum á laun að unna hálfu heitara en ella. Ef til vill nauðsynlegt að staldra hér lítilsháttar við. Samtíð vor fer of geist og á of annríkt til að geta verið langminnug og ég veit ekki hvort nafn Emils Verhaerens hefur nokkra merkingu fyrir nútímamenn. Verhaeren reyndi fyrstur skálda á franskri tungu að gefa Evrópu það sem Walt Whitman hafði gefið Ameríku, traust á samtíman, trú á framtíðina. Hann hafði fengið ást á nútímanum og vildi að ljóðlistin næmi ný lönd í ríki hans. Önnur skáld töldu vélarnar af hinu vonda, borgirnar viðurstigð og nútíman óskáldlegan, en hann var fullur hrifningar yfir hverri nýrri uppfinningu, hverju tæknilegu afreiki og var auk þess hrifinn af guðmóði sjálfsíns. Hann lét hrífast vitandi vits til að lifa sterkar þessa ástríðu sína. Í fyrstu orti hann smáljóð ein en seinna langar lofdrapur. Admirez-vous les autres var kjörorð hans, dáist hver að annari og boðskapur til þjóða Evrópu. Öll svo mikla bjartsýni sem kynslóð vor bar í brjósti og nú löngu orðin að öfugmæli á þessum lægingar dögum var í fyrsta sinn túlkuð á skáldlegan hátt í verkum hans. Og suma bestu kvæðum hans munu ennum langan aldur bera því vitni fyrir Evrópu og mannkyninu hver var draumur okkar þá. Ég var í rauninni komin til Brussel til að kynnast Verhaeren, en Camille Lemonnier, höfundur Malé, sá sami og ég þýddi söguna eftir og nú ómaklega fallin í gleymsku, sagði mér að Verhaeren kæmi sjaldan úr sveitinni til Brussel og væri ekki í borginni í svipinn. Sem sárabætur gaf hann mér hlýlegt meðmælabréf til nokkura belgískra listamanna. Þannig kynntist ég hinum aldna meistara Constantin Meunier, þessari miklu kempu starfsins sem túlkað hefur stritið öllum listamönnum betur. Nokkru síðar heimsótti ég Van der Stappen, en yfir nafn hans mun nú allmjög tekið að fyrnast á spjöldum listsögunar. En fjarska var hann aðlúlegur, þessi litli búlduleiti flæmingi, og mikið tóku þau hjartanlega á móti mér, unglingnum, hann og stóra bústna hollenska konan hans. Hann sýndi mér verk sín og við spjalluðum lengi saman listir og bókmenntir þennan bjarta morgun og hjartahlýja þeirra hjóna eyddi brátt allri feilni minni. Ég tók að segja þeim hispurslaust frá vonbrigðum mínum yfir því að hafa ekki fundið þennan mann sem ég var í rauninni hingað komin til að hitta, Verhaeren. Hafði ég talað af mér? Hafði ég sagt einhverja vitleysu? Svo mikið var víst að bæði Van der Stappen og kona hans voru tekin að brosa í laumi og líta íbyggin hvort af annað. Eitthvert laumuspil hafði hafist á milli þeirra við þessi orð mín. Ég var feimin og ætlaði að standa upp og kveðja, en hvorugt tók það í mál. Aftur sá ég þetta kynlega bros í augum þeirra. Ég fann að væri hér verið að fara á bak við mig með eitthvað var það í góðu skyni gert og frestaði því með glöðu geði fyrirhugaðri ferð til Waterloo. Það var þegar komið hádegi og við sátum þrjú saman í borðstofunni sem var á neðstu hæð eins og títt á belgískum heimilum. Gluggar vissuð á strætinu og það var litað gler í rúðum. Allt í einu bar skugga á eina þeirra.
Það var drepið með hnúa og marglitt glerið og leið gall dyrabjallan við. Levula, sagði frú Stappen og stóð á fætur. Þarna hann. Ég vissi ekki við hvern hún átti, en brátt opnuðust dyrnar og hann gekk inn, föstum ákveðnum skrefum, Verheeren. Á augabragði þekkti ég þetta andlit sem mér var löngu orðið þaulkunnugt af myndum. Verheeren hafði jafnan verið tíður gestur í húsi þeirra hjóna og þegar þau heyrðu að ég hefði árangurslaust verið á hnotskóg eftir honum þarna nágrennið, höfðu þau komið sér saman það með augnagotum að láta mig ekki vita að hans væri von, heldur láta hann koma mér að óvörum. Og nú stóð hann fyrir fram að mig kampbrosandi því hann skildi undir eins hvað á seiði var. Nú fann ég þetta hreina, trausta, styrka handtak í fyrsta sinn og mætti þessu hreina, góðmannlega augnaráði. Nú sem endranær kom hann fullur af lífsfjöri og gamansemi. Hann tók ósleitilega til matar síns og byrjaði strax að segja frá. Hann hafði verið hjá vinum sínum og farið á málverkasýningu og ljómaði allur af hrifningu. Þannig kom hann ætíð í heimsókn, hress og glaður, oft yfir einhverjum smámunum og þessi upphafning var orðin honum heilög venja. Það gneistaði af hverju orði sem hann sagði og hann var snillingur í að lífga upp frásögn sína með fjörlegu látbragði. Strax í upphafi náði hann tökum á áheyrendum sínum vegna hreinskilni sinnar, hleypidómaleysis og áhuga fyrir öllum nýjungum. Hann kom til dyranna nákvæmlega eins og hann var klæddur og ótalin eru þau skipti sem mér hefur veist svo ánægja að sjá aðra menn heillast af persónulegum töfrum þessa aðsópmikla manns. Ennþá þekkti hann ekkert til mín og þó sýndi hann mér strax trúnað þegar hann heyrði að ég var í handgengin verkum hans. Að miðdegisverði loknum hljóp aftur á snærið fyrir mér. Van der Stappen hafði skeið verið að vinna að styttu af Verheeren sem þeim var báðum kappsmál að fá lokið. Í dag átti að reka smiðshöggið á verkið. Koma mín, sagði Van der Stappen, væri heillaráðstöfun örlaganna því sér lægi einmitt á að hafa einhver til að spjalla við hinn óþolinmóða fyrirsáta svo að svipbrigði hans yrðu með eðlilegum hætti. Og þannig gat ég í 2 klukkustundir virt fyrir mér þetta ógleymanlega andlit, hátt ennið, rist rúnum margra vondra ára, krýnt þykku rauðjörpu lokkasafni, skarpleitt andlitfallið undir strengdu veðurbítnu hörundi. Hakan var mikil og festuleg og voldugt Vercingetorix skegg huldi þunnar varir. Hendur hans langar, grannar en þó kraftalegar komu upp óróleik hans. Það var eins og allur hinn mikli viljastyrkur hans byggi í þessum breiðu, þreklegu herðum sem báru lítið, holdskarpt höfuðið næstum því ofurliði. Þegar hann reis á fætur birtist manni fyrst hinn mikli þróttur hans. Og ég virði styttuna fyrir mér nú, Van der Stappen hefur aldrei tekist betur upp en þennan umrætta dag, geri ég mér enn ljósara hversu sönn hún og hversu vel hún tjáir skapgerð skáldsins. Hún heimild ljóðrænan snilling og minnisvarði ódauðlegan þrótt. Að þessum 3 klukkustundum liðnum hafði ég þegar fengið það dálæti á manninum síðan hefur enst mér alla tíð. Í fari hans var eitthvað öryggi sem þó var með öllu laust við sjálfsþótta. Honum stóð á sama peninga og kaus heldur að lifa óbrotnu lífi en skrifa eina línu sem aðeins hefði dags eða stundar gildi. Hann sóttist ekki eftir viðurkenningu og leitaðist aldrei við að afla sér hennar með undanslætti né fagurgala. Honum nægði traust og hollust af vina sinna. Jafnvel sú freisting sem þessi manngerð veikust fyrir, frægðin sjálf, náði ekki að spilla honum þegar hún loks fjall honum í skaut á bestu manndómsárum hans. Hann var einlægur í hvívetna, laus við hömlur, heilskygn á allan hégóma, frjáls, glaðvær og hrifnæmur fyrir öllu fögru. Í návist hans fann maður lífslöngun sína vaksa og styrkjast. Þannig birtist mér þá skaldið sem ég hafði dreymt ungan, rétt eins og ég hafði óskað mér að það væri. Og strax á þessum fyrsta fundi okkar var ákvörðun mín tekin að þjóna þessum manni og verkum hans. Í rauninni var þetta fífldjörf ákvörðun því þessi lofsöngvari Evrópu var þá enn lítt kunnur í álfunni
og mér var fyrirfram ljóst að þýðing hinna stórbrotnu kvæða hans auk 3 ljóðleika kæmi í veg fyrir að ég geti frumsamið nokkuð sjálfur næstu 2-3 árin. En með þessari ákvörðun að helga alla krafta mína, tíma minn og áhuga verkum annars manns, valdi ég sjálfur mér besta hlutskiptið, viðfangsefni sem útheimti siðferðilegan þrótt. Loksins hafði leit mín og föndur við form fengið nýja merkingu. Og ef ég ætti nú ungum og óráðnum rithöfundi ráð að gefa, mundi ég benda honum á að ritskýra eða þýða eitthvað mikilsáttar verk. Byrjendur finna til meira öryggis í þjónustu við annara verk en við sköpun eiginverka og ekkert sem þannig með alúð af höndum leyst til ónýtis unnið. Næstu 2 árin fóru að langmestu leyti í það þýða verk fyrir herins og taka saman ævisögu hans, en á þessum milli var ég á ferðalögum og hélt fyrirlestra ef svo bar undir. Og brátt tóku mér að berast þakkir fyrir þýðingar mínar, þótt ég hefði aldrei búist við því að þær yrðu mjög þakklátt starf. Vinir fyrir herins erlendis tóku að veita mér athygli og bráðlega einnig mínir eigin vinir. Einn daginn kom Ellen Key í heimsókn, þessi glæsilega sænska kona sem hafði með óviðjafnalegri dirfsku barist fyrir réttindum kvenna gegn fávíslegri þröngsýni aldarandans og hafði með bók sinni, Öld barnsins, boðið varnað á viðkvæmni barnsálarinnar löngu og undan Freud. Fyrir hennar tilstilli komst ég í kynni við Giovanni Sena og áhangendur hans á Ítalíu og eignaðist merkan vin sem var normaðurinn Johann Boyer. Georg Brandes, meistari heimsbókmenntasögunar, sýndi mér einnig áhuga og brátt tók nafn fyrir herens fyrir minn tilverknað að verða kunnara í Þýskalandi en í sjálfu heimalandi hans. Kains, leikari mikli og Moissi lásu upp kvæði fyrir herens í þýðingu minni og Max Reinhardt setti klaustur hans á svið í Þýskalandi. Ég mátti vel við unna. En nú var meirinn komið tími til að minnast þess að ég hafði skyldum að gegna gagnvart öðrum en fyrir herinn. Enn átti ég eftir að ljúka háskólanáminu og koma heim með doktorsnafnbótina. Nú þurfti ég á nokkrum mánuðum að lesa það námsefni sem ábyrgari stúdentar strita við fast að 4 árum. Ég og Ervin Guido Kolbenheier, æskuvinur minn og mikill bókmenntaunnandi, líklega kærir hann sig ekki að þetta sé rifjað upp nú þar sem hann orðinn einn af lárviðarskáldum Hitlers Þýskalands, lásum saman og pældum gegnum námsbækurnar nótt eftir nótt. En mér var ekki íþyngt of á prófinu. Blessaður prófessorinn sem þekkti betur en svo til bókmenntastarfsemi minnar að hann færi að þreyta mig á smámunum, sagði brosandi við mig í einrúmi rétt fyrir prófið: þér viljið nú líklega helst ekki koma upp í hreinni rökfræði. Síðan gerði hann sér hægt vik og fór aðeins í þau efni sem hann vissi að ég var öruggur í. Þetta var fyrsta prófið sem ég lauk með ágætiseinkunn og vonandi einnig það síðasta. Nú var ég frjáls af öllum borgaralegum skyldum og öll þau ár sem síðan eru liðin hafa verið helguð þeirri baráttu sem nú gerist æ torsóttari að verða að sama skapi frjáls hið innra.